Velkomin í þáttinn og velkomin til Malaga. Í dag ætlum við að reynslu að aka nýja Porsche 911 og þetta fyrsta skipti sem að Porsche hybrid. Good morning. Þá erum við komin á Circuit de Ascari og erum nefnd í höfuðið á Formule 1-ökumannum frá the 50s sem heit Alberto Ascari. Mikið legend. Hefur þessi braut eitthvað með hann að gera? Nei, ekki nokkuð skapaðan hlut. En þetta er gott nafn á kappakstursbraut. Hvað ætlum við að gera á þessari kappakstursbraut? Jú, við ætlum að keyra Porsche 911 GTS og Porsche 911 Carrera. Mig langaði áður en að ég byrjaði að keyra þessa braut, það langaði mig að reyna að læra inn á hana. Og oft gerir maður það einhvers konar racing simulator eða einhverjum kappakstursleik. Það var samt ansi erfitt að finna þessa Ascari-braut á einhverjum tölvuleik. Ég þurfti að grafa 10 ár aftur í tímann til að finna gamla PlayStation 3 tölvu og gamla Gran Turismo 6. Þar fann ég saman brautina og verður áhugavert að sjá hvort það verður einfaldara fyrir mig að keyra í dag út af því að ég þekki brautina smá úr gömlum tölvuleik. Ég veit það ekki. Fyrsti bíllinn í dag, Porsche 911 GTS 4-hjóladrifin T-hybrid. Fyrsti 911 bíllinn sem er hybrid og við erum að fara út á kappakstursbraut. Þetta er alveg merkilega líkt kappakstursbrautinni í PlayStation 3. Mér finnst ég hafa verið hérna áður, svona pínu. Einu munurinn er, ég get ekki restartað leiknum ef ég lendi út af núna. Þessi T-hybrid bíll er 4-hjóladrifin. Þannig að hann hefur allt grip í heiminum til að gefa. Og eins og við töluðum í gær, þessi túrbína er merkileg fyrir þær sakir að hún er rosalega þung. Að það er bara ein túrbína í staðinn fyrir 2. Og það er ekkert lag í þessari túrbínu út af því að Porsche er búið að gera eitthvað sniðugt með rafmagnið að það notar útblásturinn og pústinu til að halda snúningnum á túrbínunni alltaf jafnt. Þannig að laggar ekki neitt. Það er aldrei svona bið eftir að túrbínan taki í. Hún er bara instant. Leið og maður neglir niður, þá fær maður kraftinn. Ekkert turbolag. Hérna lendi ég alltaf út af í Gran Turismo. En ekki í dag. Ó nei, ekki í dag. I love a 911. Þessi Porsche sem við erum í núna, þetta er 911 T-hybrid líka eins og hinn bíllinn, nema þessi er afturhjóladrifin, ekki fjórhjóladrifin eins og hinn. Þessi rauði sem sagt. Það eru auðvitað allt öðruvísi aksturseiginleikar í þessum afturhjóladrifna bíl. Það náði til aðeins að kasta rassinum út á meðan að fjórhjóladrifni bíllinn, hann var mun plantaðri og mun öruggari. Stay with me, try to push me a bit. Heyrðu að maðurinn sagði, try to push me a bit. Þetta sagði atvinnukappaksstursmaðurinn við manninn sem að er ekki atvinnukappaksstursmaður. I'm keeping the speed through the banking corner. Mér langar meira í þennan bíl en mér langar í bæði lungun á mér. Þessi tiltekni Porsche er Porsche 911 Carrera og það er ekkert hybrid út í þessum. Þessi er bara með 3 lítra flata 6-cylindra vél. Ég var með smá fordóma þegar ég sá að þessi bíll var á listanum út í hann er aðeins færri hastöfl og vélinn er aðeins minni og svoleiðis. En ég get sagt ykkur það, þessi bíll er alveg skemmtilegur líka. Það sem að þessi bíll hefur líka aðeins öðruvísin hinnir er það að hann er aðeins svona fínni að innan. Það er hægt að lifa með þessu miklu meira sem deilitræfi. Það er fínt og gott leður sem að verður bráðum gegnsósa af svitanum mínum. Hérna er hægt að hafa börnin áttur líka. Bara, hey, krakkar, eigum við að koma að keyra út á braut? Já, baby. Skuldar mér nýja Porscheinn, það verður gaman, yey. Þessi bíll getur bara að spila Rammstein. Deutschland, mein Herz en Flammen. Á brautin aðan þá vorum við á Porsche 911 Coupe. Núna erum við á Porsche 911 Targa. Ég valdi sérstaklega Targa útgáfuna út af því að Porsche 911 Targa hefur verið á bucketlistanum hjá mér síðan ég var krakki. Targa útgáfan af Porsche 911 á sér alveg áratugalanga sögu og voru þeir upprunalega framleiddir svona til að standast einhverjar reglur í Bandaríkjunum. Þess vegna voru Trans Am með T-top og allt þetta. En ástæðan fyrir því að Porsche þurfti að gera Targa útgáfu var svo að ef að bíllinn myndi velta að þá væri hann með veltigrind. Venjulegu blæju Porsche bílarnir þeir eru ekki með svona veltigrind og þar af leiðandi voru þeir ólöglegir in the 70s í Bandaríkjunum.
Hvernig aðgreinir þennan Porsche 911 frá öðrum Porsche 911? Jú, það gerir hérna að framan. Þessar lokur, þær opnast og loka til að hleypa lofti til að kæla vélina ef þess þarf. Þessar lokur samt ekki að finna á Porsche 911 Carrera, heldur finnast það bara á Porsche 911 GTS útgáfunni. Ein önnur leið til að aðgreina GTS bílinn frá Carrera bílnum sú að á GTS bílunum þá eru þeir bara með eina svona miðjuró eins og í Formule 1, en á Carrera bílunum þá eru þeir með 5 bolta. Á gömlu Porsche 911 þá voru púströrin hérna til hliðar, en á nýja Porsche 911 bílnum þá er hægt að sjá pústin hérna fyrir miðju. Porsche 911 GTS T-Hybrid. Eins og nafnið gefur til kynna að þá er þetta hybridbíl og er þetta í fyrsta skipti sem að Porsche framleiðir 911 bíl sem að er hybrid. Það þýðir samt ekki að bíllinn sé einhver hlunkur. Rafhlaða þessa bíls er ekki stærri en 12 watta startara rafgeymir. Þannig að í heildina er bíllinn ekki nema einhverjum 50 kílóum þyngri en forveri hans. Aftur í þessum bíl er flöt 6-cylindra 3,6 lítra bensínvél. Þegar þú kúplar hana saman við þessa fínu turbínu og allt rafmagnsdótið að þá gefur bíllinn 541 hestafl og 610 Nm að togi. 0 upp í 100 tíminn á þessum bíl eru 3 sekúndur. Hins vegar hafa Porsche verið þekktir fyrir það að vera ekkert rosalega gjafmildir á þá tölu sem er uppgefin. Þannig að mögulega getur þessi Porsche gert þetta hraðar. 2,9, 2,8, jafnvel 2,7 sekúndur.